að bregðast við bersýnilegum vanda sem að allir eru búin að gera sér grein fyrir. Það orðið minna öryggi, til dæmis í miðbæ Reykjavíkur, allir sjá það, allir taka eftir því, ungt fólk tekur sérstaklega eftir því og það er veruleiki sem við búum við. Það er ekki bara hægt að segja að miðflokkurinn sé einhvern veginn að skapa þessar aðstæður, heldur er þetta miklu frekar það að fólk er búin að gera sér grein fyrir því að samfélagið hefur tekið miklum breytingum á stuttum tíma, öryggi er minna og þetta hefur stórkostlega áhrif á innviði. Við getum alveg verið einhvernum bollalengingum það hvort að sú tilfinning sé rétt eða hvort hún sé ekki rétt, en þetta er allavega sá raunveruleiki sem að mjög margir búa við. Og þetta er svolítið það sama og hefur verið svona munurinn á strjálbílum og þéttbíli og strjálbíli í Þýskalandi til dæmis, þar sem að fólk hefur verið að takast á við alls konar félagslegar aðstæður og þú getur alveg sagt svona heildartölurnar sína raunverulega ekki að þetta sé jafn mikið vandamál og þú ert að segja, þó svo að sumartölur náttúrulega gera það, en fólk aftur á móti bara sér breytingar á sínu nærumhverfi. Og þegar að stjórnmálamenn mæta og segja bara já, þetta er ekkert sem þú þarft að hafa áhyggjur af og þú ert bara einhvern veginn að búa til einhvern vanda til þess að þetta takast á einhverjar önnur sjónarmið og stjórnmálamenn eru svo hagnýta sér það. Ég held að sé miklu frekar það að fólk sé að sjá raunverulega breytingar, raunverulegt óöryggi, raunverulega fréttir sem er að berast á ekki hverjum degi en oft í viku. Fólk hefur áhyggjur af þessu og það er ekki hægt að segja það bara já, nei, þetta er nú bara eitthvað sem þú þarft ekki að hafa áhyggjur af. Sko, það eru raunveruleg vandamál, klárlega. En þau eru ekki það sem fólk heldur að sé, vegna þess að fólk er að draga ályktanir út frá einhverju tilfinningu einmitt með, segjum, fréttaflutningi. Fylgjast með fréttum er einn versta leiðin til þess að skilja heiminn, by the way. Vegna þess að þar er svona, fréttir eru ekki settar fram hlutlaust, þær eru settar fram út frá því hvað fær fólk til þess að lesa í samhengi við viðskiptamódel fjölmiðlisins hverju sinni. Allur gangur á því hvernig það er. Og sko, ekki skilja það þannig að ég sé að hafna því að séu vandamál til staðar. Það eru vandamál til staðar og þau eru raunveruleg. En þau eru ekki þau sem fólk heldur og það er ekki því að kenna sem fólk heldur og lausninar er ekki það sem fólk heldur. Fólk, sko, segjum til dæmi til dæmis, álag á innviði, mjög raunverulegt vandamál. Húsnæðisskortur, álag á til dæmis heilbrigðisþjónustu, löggæslu, bara vegi, bara innviði, almennt. Það er ekki hælisleitendur og flóttamenn sem valda því. Þeir eru einfaldlega ekki nógu margir til þess. Þú myndir ef ekki væri fyrir ferðamenn og EES-borgara á Íslandi og maka Íslendinga og sérfræðinga, þá myndur ekki taka eftir hælisleitendum og flóttamennum á Íslandi. Þeir eru einfaldlega það fáir. Ja, þeir mæta samt í miklu tíðari heimsóknir til dæmis á heilsugæsluna og í önnur heilbrigðisúrræði. Mikið til vegna þess að við tökum svo illa á móti þessu fólki og það kann ekkert á kerfi, það kann ekkert á Ísland. Og það er annað, það er raunverulegt vandamál. Að sko, viðkvæmustu hópurinn, sko, það er svo auðvelt einhvern veginn að líta á hann sem eitthvað svona vandamál vegna þess að hann sker sig úr að svo mörgu leyti. En ástæðan fyrir því að hann sker sig úr er vegna þess hvað við tökum illa á móti þeim. Það er að segja, við látum svolítið eins og að eitthvað sé almennskynsemi sem er ekki almennskynsemi. Ég skal segja það hérna á sínum tíma. En hvernig kemur það við samt að tíðar heimsóknirinn á heilsugæsluna séu út af því að við tökum illa á móti fólki? Þekki ekki heilbrigðiskerfið, þið veit ekki hvernig það virkar. Þau veit ekki að þau ekki fara að En þau veit allavega að þau mæti. Sko, leið mér aðeins, sko, á sínum tíma það tók ég þátt í að stofna verkefni sem hét Welcome to Iceland fyrir Rauða krossin á sínum tíma, á svona systur minni. Arndís Hanna, sem er líka gestur hérna. Og öðrum sem tóku þátt í því góða verkefni. Þá kynnist maður aðeins því, sko, hver eru raunverulega vandamál þessa hóps og þau eru allt önnur heldur en maður heldur. Við gerum alltaf ráð fyrir því að fólk viti hvenær þú átt að fara til læknis, til dæmis. Það er ekkert augljóst fyrir fólki. Við vorum að kenna þeim hluti eins og það að þú þarft ekki að sjóða vatnið. Þú þarft ekki að sjóða íslenska vatnið. Hvenær dytti þér í hug og þú þurftir að kenna einhverjum það? Veistu af hverju það er? Það er vegna þess að heita vatnið okkar lyktar eins og úldin egg og þau gera ekki greinamun á heitu vatni og köldu vatni, en það er engin munur þaðan sem þau koma. Þau eru með vatn og svo hita þau það með gasi yfirleitt eða einhverju. Það er ekki ólíkur upprunni vatsins, þannig að þau halda að kalda vatnið sé eins og heita vatnið, lykt eins og úldin egg og sé mögulega hættulegt sem þau þekki ekki þessa lykt. Hvenær pælir Íslendingur í þessu? Þú pælir aldrei í þessu, en þú bara átt heima hérna, þú þekkir þetta. Þannig við erum að kenna þeim svona hluti. Þú þarft ekki að sjóða vatnið, láttu bara kalda vatnið renna aðeins, allt í góðu. Og jafnvel ef þú drekkur óvart heitt vatn, þá er allt í lagi. Þú þarft ekki að fara á spítala leið og barnið fær hita. Svona hlutir. Þú kannt ekki á samfélagið, þá verðurðu
sjálfkrafa að einhverjum svona jaðarhópi og ef við tækjum vel að móti þessum hópi og þetta ekkert risavaxinn hópur, þetta nokkur þúsund mann sem búi hérna á Íslandi sem hælisleitendur og flóttamenn, þetta ekkert eitthvað þetta ekkert stór hópur, við getum þetta alveg en bara fókusin ekki þarna, fókusin alltaf á einhverjum svona kostnaði við útlendingastofnun eða eitthvað svona, sem alltaf í lagi að tala en það ekki aðalatriðið þegar kemur að hælisleitendum og flóttamönnum og fólki sem kemur úr fjarlægri menningu hvernig við tökum á móti þeim, það aðalatriðið, ekki fjöldin heldur hvernig við tökum á móti þeim